Þegar ég kaus fyrst og þá mætti ég á kjörstað og fékk atkvæðaseðil í hendunar sem að ég skildi ekki alveg. Það var einhvern veginn engin staður til þess að merkja eða velja flokka eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég bara steig út fyrir og spurði fólki sem lét mig fá atkvæðaseðilinn hvað þau gera. Og mér var sagt að setja X fyrir framan bókstaf, þess vegna virkar þetta þannig. Þetta er í rauninni ekki flóknara en það. En þetta er nú fjölbreyttara en það. Það er annars vegar hægt að kjósa núna utan kjörfundar, það getur farið í Smáralind til dæmis núna og kosið bara. En atkvæðaseðillinn þar er öðruvísi. Þar er hann svona lítill þar sem maður skrifar bara bókstafinn eða stimplar hann en ekki merkir endilega X fyrir framan hann. Á meðan atkvæðaseðillinn sem þú farið á kjördag, þá er hann með svona löngum lista af nöfnum og bókstöfum þar sem maður þarf að merkja X fyrir framan bókstafinn á listanum. Ég kaus að sjálfsögðu vitlaust fyrst þegar ég kaus en það voru Píratar ekki til þá. En núna merkir maður bara X fyrir framan P, ekkert mál. Það er að kjósa núna strax utan kjörfundar. Það er að fara til dæmis í Smáralindina og annarri hæð bara veitir klukkan 10 til 10 alla daga fram að kosningum. Svo á kjördag að þá er það mismunandi svona aðeins hvernig kjörstaður opnar og kemst að því á kosning.is hvar þú átt að kjósa. Nýtið atkvæðaréttinn. Í Hafnarfirði til dæmis í síðustu kosningum þá munið það bara 6 atkvæðum að Píratar kemast inn. Þannig að lýðræðið er bara þeirra sem að taka þátt, ekki sitja heima, ekki leyfa öðrum að ráða. Mætið og kjósið.